lýðræði, þá tökum fyrst til máls borgarfulltrúi Skúli Helgason. Já, forseti og ágæta borgarstjórn. Ég vil byrja á því að þakka fyrir það að hér tekin á dagskrá umræða barnalýðræði. Ég held að þetta sé mikilvægt mál sem hann kannski lætur ekki mikið yfir sér en afar mikilvægt. Tengist þetta beint inn í skóla- og frístundastarfi í borginni og ég mun fyrst og fremst ræða það á þeim forsendum, en auðvitað hefur það tengingar við önnur svið, mannréttindamálin, jafnréttismálin og svo framvegis. Þetta mál sem að í raun og veru lítur að kjarna skólastarfsins, það að segja stöðu upplifun og á endanum menntun nemenda í skólunum og líklega eitt stærsta framfaramálið í skólamálum borgarinnar svona í náinni framtíð. Það að segja að auka nemendalýðræði sem leið til þess að auka ánægju, velferð og árangur nemenda í skóla- og frístundastarfi í okkar samfélagi. Nú geta menn spurt og eiga að gera, ekki allt í lagi í þessum efnum? Almenn líðan barna í skólum góð. Það kom fram í umræðinni hér fyrir í dag að 9 af hverjum 10 börnum í leikskólum og grunnskólum eru ánægð með sinn skóla. Samskipti nemenda við kennara eru með ágætum og foreldrar upp til hópa ánægðir með skóla barnanna sína. Þetta sjáum við í ýmsum könnunum sem að unnar hafa verið undanfarin ár. En á hinn bóginn það áhyggjuefni að ákveðin hópur barna finnur sig ekki vel í þessu skólaumhverfi. Finnur til kvíða, félagslegrar einangrunar, verður fyrir einelti og á í erfiðleikum í náminu. Og þarna eru strákar í nokkrum meirihluta. Þetta ekki sér íslenskt fyrirbrigði og jafnvel í löndum sem að jafnaði standa sig allra þjóða best í alþjóðlegum samanburði, eins og til dæmis í Finnlandi. Þar eru teikn á lofti að það halli undan fæti, sérstaklega hjá strákum. Strákar eru brothættari að þessu leyti þegar kemur að námsánægju, námsárangri. Þeim hættara við að hverfa frá námi og leiðast út í vanda sem að kemur niður á lífsgæðum þeirra og þeirra nánustu. Páll Skúlason heitinn, fyrrum háskólarektor, fjallaði á sínum tíma munin á fræðslu og menntun og stilti málum upp með þeim hætti að íslenska skólakerfið fengist við fræðslunemenda og hún væri vissulega forsenda menntunar, nauðsynlega en ekki nægjanleg forsenda. Menntunin réðist nefnilega fyrst og fremst af vilja nemandans sjálfs til þess að læra af reynslu sín og annara, kunna skila á verðmætum lífsins og tilgangi. Svo vitna sér til orða Páls. Þessi vilji til að læra nátengdur því að börnin hafi áhuga á því sem þau eru að læra, að þau finni sjálf tilgang með því sem þau eru að gera og kennarar og annað fagfólk leggi sér fram að kveikja þennan neista sem að getur knúið þekkingaleitina. Ég hef sjálfur tröllatrú á því að aukið barnalýðræði, nemendalýðræði, hvað sem við köllum það, sumir kalla þetta valdeflingu, sé lykilatriði í þessu ferli öllu. Ef við ráðum örlögum okkar þá eru meiri líkur á því að okkur líði vel og okkur gangi vel. Eitt mikilvægasta verkefni skólakerfisins á Íslandi því að nemendur hafi meiri áhrif á hvað þau læra í skólanum. Hafi meira val sín viðfangsefni og meiri rækt sér lögð við að örva nemendum með viðfangsefni sem að tengjast þeirra áhugasviðum, hæfileikum og færni. Það á endanum miklu vænlegri leið til að takast á við og fyrirbyggja vanda eins og til dæmis brotthvarf úr framhaldsskólum heldur en að einblína á það hvort námsárin í framhaldsskólunum séu 3 eða 4. Lýðræði rauður þráður í markmiðsgrein grunnskólalaga þar sem segir að hlutverk grunnskóla sé að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðis samfélagi sem sé í sífelldri þróun. Þar segir líka að starfshættir grunnskólana eigi að mótast af lýðræðislegu samstarfi. Lýðræði, jafnrétti og mannréttindi einn af svokölluðum umbóta þáttum skóla- og frístundaráðs í borginni, þar sem að forgangsröðun okkar í málaflokknum birtist þessi misserin og þar höfum við lagt sérstaka áherslu á það sem við köllum nemendamiðað skólastarf sem í raun og veru snýst lýðræði og valdeflingu nemenda í þessum málaflokki. Þetta ekki nýjar hugmyndir, það byggja á gömlum merg og áherslan á að skólinn lagi sig að börnunum en ekki öfugt var til dæmis grundvöllur stofnunar Summerhill skólans fræga á Englandi fyrir tæpum 100 árum. Hugsun menntun á eigin forsendum þar sem nemendur fá tækifæri til að menntast í takt við sín eigin áhuga og sínar forsendur var rauður þráður í kenningum John Dewey á fyrri hluta síðustu aldar sem lagði einmitt áherslu á ábyrgð nemenda á eigin námi og þátt samfélagsins í uppeldi barna.
Kjarni hugmyndarinnar nemendamiðað nám vísa til þess að nemendur hafi áhrif á sitt nám, framvindu þess og námsumhverfi og skólinn lagi sig að nemendum, taki mið af fyrirreynslu þeirra og sé tilbúinn að breyta sínum áherslum ef í ljós kemur að þær henta ekki nemendum. Stjórnarskráin kveður á að öllum skuli tryggður í lögum réttur til almennrar menntunar og fræðslu við sitt hæfi og það leiðarljós grundvöllur hugmyndafræðinnar einstaklingsmiðað nám sem hefur verið hluti af skólastefnu Reykjavíkurborgar frá aldamótum og grunnskólalögum og aðalnámskrá árabil. Sem sagt, lögin segja að lýðræði eigi að vera leiðarljós í skólastarfinu, stefnan segir einstaklingsmiðað nám, en við verðum auðvitað að horfa á framkvæmdina og spyrja okkur hvað gerist síðan inn í skólunum sjálfum. Í nýlegri rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur og fleiri á starfsháttum í grunnskólum við upphaf 21. aldar kemur fram að þrátt fyrir mikla áherslu á einstaklingsmiðað nám og nemendamiðaðar kennsluaðferðir í lögum, í stefnu, opinberra aðila og í námskrá, þá séu slíkar aðferðir í reynd mun fátíðari en hefðbundnar kennsluaðferðir með áherslu á hópkennslu í bekk. Þar vekur sérstaka athygli að nemendamiðun algengust í yngstu bekkjum grunnskólans, ekki síst skólum sem beita teymiskennslu, en síðan minnki þessi nemendamiðun með aldri og sérstaklega þegar komið á unglingastigið. Mikill stuðningur við hugmyndafræðina meðal foreldra, en efasemdir meðal kennara að einstaklingsmiðun sé raunhæf og nemendur telja sig hafa takmörkuð áhrif á nám sitt, inntak þess framvindu og mat. Þá bendir margt til þess að þátttaka þeirra í skólastarfinu flokkist undir málamyndaþáttöku samkvæmt viðurkenndum flokkunarkerfum á tegundum þáttöku. Ég held að þetta sé stórmál sem við þurfum að taka upp á yfirborðið og kryfja heiðarlega með samtali við okkar fólk í skólunum og skólasamfélagið í heild. Ætti að vera eitt helsta viðfangsefni stefnumótunar okkar í skólamálum og komandi misserum. Það er að segja jarðtengja dálítið stefnuna og komast að því hvernig stendur á því að hún seytlar ekki betur en raun ber vitni inn í skólastarfi sjálft og hvað getum við gert til að bæta þar úr. Góðu fréttirnar eru hins vegar þær að fjölbreytni kennsluhátta þrátt fyrir alltaf aukast, sérstaklega á yngstu stigunum og víða í skólum unnið frábært brautryðjendastarf á þessu sviði. Nefni Norlingaskóla sem dæmi, þar sem nemendamiðaðar áherslur hafa verið í öndvegi árabil og nemendur vinna skipulega með sín áhugasvið allt skólaárið. Þá hefur lýðræðisvinna með ungmennum verið einn af grundvallarþáttum í frístundastarfi borgarinnar árabil. Síðast en ekki síst skapar löggilding barnasáttmálans ný tækifæri á þessu sviði, en þar gerð skýr krafa markvissa lýðræðisvinnu með börnum og unglingum, eins og kemur vel fram í skýrslu starfshóps borgarstjóra innleiðingu barnasáttmálans í starfsemi borgarinnar. Þar má vitna í 12. grein sáttmálans sem fjallar rétt barna til að láta í ljós skoðanir sínar og að teki sér réttmætt tillit til þeirra í samræmi við aldur og þroska. Nú eru liðin 3 ár frá því að Alþingi lögfesti sáttmálann, hann var fullgiltur á Íslandi árið 1992, en það er athyglisvert að ríkisvaldið hefur ekki lagt fram skýra áætlun innleiðingu sáttmálans hér á landi og það er meðal annars ávarpað í skýrslu starfshóps borgarstjóra. Þar er rétt að vekja athygli á því að lögðu fram sú megintillaga að pólitísk ákvörðun verði tekin hér í borgarstjórn að hefja innleiðingu sáttmálans hjá Reykjavíkurborg, því borgin geti í krafti stærðar sinna verið leiðandi afl og sýnt gott fordæmi fyrir önnur sveitarfélög á Íslandi. Lagt til að ráðin verði verkefnastjóri og stofnuð verkefnastjórn með tengiliðum inn á öll svið og skrifstofur borgarinnar og innleiðing sáttmálans hefji sem fyrst og innleiðingar áætlun taki mið af því að hægt sé að fagna stórum áfanga á 30 ára afmæli barnasáttmálans árið 2019. Ég tek heils hugar undir þessar tillögur og tel mikilvægt að við setjum þetta ferli á dagskrá hið fyrsta með þeirri gagnasöfnun sem hlýtur að fylgja í kjölfarið stöðu barna í borginni og aðbúnað og mótun aðgerða í kjölfarið. Forseti ágæta borgarstjórn, formleg aðkoma barna og ungmenna að ákvörðunum og stefnumótun eigið mál veruleg í borgarsamfélaginu og hefur farið vaxandi á liðnum árum. Farvegirnir eru margvíslegir, barnaráð frístundaheimila, unglingaráð félagsmiðstöða, ungmennaráð í hverfum, Reykjavíkurráð ungmenna, stjórnir nemendafélaga og fulltrúar nemenda í skólaráðum svo dæmi séu tekin. Sá meirihluti sem að nú stýrir borginni, myndaður af borgarfulltrúum Samfylkingarinnar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata, tekur á þessum lýðræðismálum í sínum samstarfssáttmála í samhengi við skólamálin og þar segir
að við viljum að börn og ungmenni hafi meiri áhrif á það hvað þau læra og markmið skóla sé að öll börn stundi námi sitt hæfi í samræmi við þroska, áhuga og færni. Þetta er það sem við höfum sagt, en spurningin er hvað er verið að gera til að auka nemendamiðun í skólastarfinu. Þessum málum hefur verið fylgt eftir með margvíslegum hætti á vettvangi skóla- og frístundaráðs. Eins og ég nefndi áðan þá skilgreindum við á síðasta ári nokkur forgangsatriði sem við köllum umbótaþætti. Lýðræði, jafnrétti og mannréttindi eru þar ofarlega á blaði með sérstakri áherslu á nemendamiðað skólastarf. Og á grundvelli þessar markmiðssetningar settum við á fót sérstakan starfshóp nemendamiðað skólastarf haustið 2014 sem að skilaði tillögum sínum síðastliðið sumar. Ég ætla að fara rétt örfáum orðum yfir helstu tillögur starfshópsins, en þar er í fyrsta lagi lagt til að gerð verði könnun á því hvort og hvernig grunnskólar í borginni eru að framfylgja lögum og reglum skólaráð og hlutverk þeirra, en vísbendingar eru að framkvæmd reglugerðar skólaráð hafi ekki verið fylgt nægilega vel. Lagt er til að fagskrifstofa grunnskóla í samstarfi við Samfók veiti skólum þann stuðning og fræðslu sem þörf er á ef könnunin leiðir í ljós að hér er einhver misbrestur á að framkvæmdin sé í samræmi við lög. Starfshópurinn leggur til að hlusta verði á raddir nemenda varðandi nám og kennslu með skipulögum hætti og leggur til þjóðfundafyrirkomulag til að hægt sé að taka tillit til viðhorfa þeirra og reynslu varðandi skólastarfið og framkvæmd þess. Lagt er til námskeið fyrir kennara sem hafa áhuga á að kynnast hugmyndum nemendamiðað skólastarf og þróa eigið starfi í þá veru og leita þá til Norðlingaskóla, Grundaskóla og fleiri skóla sem hafa komið sér upp mikilli reynslu og þekkingu á þessu sviði. Sömuleiðis verði boðið upp á fræðslu til foreldra nemendamiðað skólastarf. Haldin verði námskeið borgaravitund með aðstoð frumkvöðla frá Kanada og skólum verði gert kleift að sækja styrki til skóla- og frístundasviðs til að þróa nemendamiðað skólastarf með ólíkum áherslum. Síðast en ekki síst var lagt til að þema öskudagsráðstefnu skóla- og frístundasviðs yrði nemendamiðað skólastarf og þar yrði meðal annars leitað í smiðju breska skólans Newton Farm School og var ánægjulegt að taka á móti skólastjóra þess skóla sem var aðal fyrirlesari á öskudagsráðstefnunni í síðustu viku. Það er rétt að vekja athygli á því að það eru veittar 10 milljónir króna í nemendamiðað skólastarf á þessu ári og þar af eru 4 milljónir settar í þróunarstyrki sem að leik- og grunnskólar og frístundaheimili geta sótt til þess að þróa sínar áherslur varðandi innleiðingu af nemendamiðuðu skólastarfi. Til viðbótar við góða vinnu þessa starfshóps nemendamiðað skólastarf þá hefur skóla- og frístundaráð nýlega samþykkt að setja á fót vinnu varðandi auki lýðræði barna og ungmenna í skóla- og frístundastarfi með sérstaka áherslu á unglingastarfið og þar er verkefnið að skoða meðal annars hugmyndir umboðsmann ungmenna, ungmennaþing og svo framvegis. Þar á meðal annars að rýna og greina innlendar og erlendar fyrirmyndir, en í því samhengi hafa vakið mikla athygli vinnubrögð í Lundi í Svíþjóð, en þar hefur verið unnið heilmikið frumkvöðlastarf varðandi ungmenna lýðræði. Þar er áratuga hefð í lýðræðisvinnu með börnum og unglingum og nú í október var haldið 50. ungmennaþing Lundar. 4 sinnum á ári eru haldnir þar opnir fundir með unglingum, stjórnmálamönnum og starfsmönnum frá bæjarfélaginu þar sem fjallað þau mál sem að brenna á ungu fólki hverju sinni. Og það er athyglisvert að Lundur ræði til starfa ungt fólk, umboðsmann unglinga sem vinna eingöngu að lýðræðismálum ungs fólks. Það er rétt að taka fram að við þurfum ekki að fara til útlanda eða jafnvel út fyrir borgarmörkin til að sjá spennandi frumkvæði þessa veru og þannig hafa Árbæjarskóli og frístundamiðstöðin Ársel leitt athyglisvert þróunarverkefni undanfarin 2 ár sem felur í sér að haldnir eru reglulegir stórfundir á mið- og unglingastigi þar sem börn og ungmenni eru þjálfuð í lýðræðislegum vinnubrögðum og að láta rödd sína heyrast. Forseti, kæra borgarstjórn, barnalýðræði snýst auðvitað öðrum þræði valdaafsal. Að skólayfirvöld deili völdum sínum með börnunum sem þau eiga þjóna og við stjórnmálamenn sköpum skilyrði fyrir því að slík valdefling barna og ungmenna í skóla- og frístundastarfi nái fram að ganga. Og ég vil í lokin vekja athygli á því að Reykjavíkurráð ungmenna er eitt ánægjulegasta dæmið lýðræðislega aðkomu unglinga í borginni í þessa veru. Við erum hér með fund á dagskrá
borgarstjórnar árlegan fund með Reykjavíkurráði ungmenna strax í næstu viku þar sem verður fjallað þau mál sem að brenna á ungmennum í borginni þessar mundir. Og ég held að við eigum að hlusta vel eftir því sem að þar kemur fram. Ég hef tekið eftir því að það gætir svona ákveðnar heilbrigðrar óþolinmæði í röðum ungmenna með tillögur sem hafa verið samþykktar á undanförnum misserum hér á þessum vettvangi og við þurfum að líklega gera enn betur í að tryggja að kerfið okkar sé móttækilegra fyrir tillögum sem að koma frá þessum hópi, til dæmis aukna kynfræðslu, aukna jafnréttisfræðslu, fjármálalæsi og svo framvegis og ég á von á því að við eigum hressandi samtal við ungmennin hér að viku liðinni. Borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Okkur tamt að tala lýðræði og í störfum okkar sem borgarfulltrúar þá ræðum við lýðræði með einum eða öðrum hætti örugglega oft á dag. Lýðræði líklega nefnt með einum eða öðrum hætti á hverjum einasta borgarstjórnarfundi þar sem við veltum fyrir okkur hvað fólki finnst, hvort við séum að fylgja lýðræðislegum leikreglum eða hvernig ákvarðanir eða framkvæmd þjóni lýðræðinu. Við ræðum lýðræði almennt, áhrif og þátttöku fólks í samfélaginu og það ágerist ef eitthvað ekki síst eftir hrun og svo aftur núna með tilkomu og auknum vinsældum Pírata. Umræður lýðræði snúast samt oftar en ekki og eiginlega alltaf fullorðið fólk. Slagorð Öryrkjabandalagsins kemur reyndar oft fyrir, ekkert okkur án okkar, en oftast það þó þegar að talað afmarkaða hópa svo sem eldri borgara eða fatlað fólk eða fólk af erlendu bergi brotið, en meiri segja þá oftast verið að eiga við fullorðið fólk. Það ekki það því að fólk sé eitthvað á móti börnum eða barnalýðræði sem að þetta gerist, það bara þannig að samfélagið okkar mjög fullorðin smiðað og viðfangsefnin okkar snúast að fullorðið fólk taki ákvarðanir oft á tíðum fyrir aðra og þá sérstaklega börn. Börn ekki sjálfráða, þau hafa ekki kjörgengi, þau ekki með kosningarétt og þau hafa takmörkuð áhrif til þess að hafa áhrif á líf sitt og samfélag. Það bæði gott og vont. Okkur ber auðvitað að hafa hagsmuni barna í forgrunni og við berum á þeim ábyrgð. Fullorðið fólk á að axla ábyrgð á börnum, við eigum að gera það sem foreldrar, við eigum að gera það sem skattgreiðendur, við eigum að gera það sem bara samfélagslega ábyrgir einstaklingar og við eigum að gera það hér í þessum sal sem kjörnir fulltrúar. Í því felst að við eigum að tryggja að hagsmunir barna séu í forgrunni í samfélaginu, við eigum að tryggja þeim jöfn tækifæri til grundvallarþjónustu, okkur ber að tryggja þeim rétt til lífs og þroska og áhrifa í samræmi við aldur og þroska. Þetta ekki bara eitthvað sem okkur finnst að við eigum að gera eða eitthvað skoðun sem ég að setja hérna fram. Okkur ber lögbundin skylda til þess að gera þetta og í drögum að endurskoðaðri mannréttindastefnu borgarinnar enn skýrar kveðið á þessi réttindi barna heldur en áður og skyldur okkar sem kjörinna fulltrúa til að framfylgja þeim. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna hefur verið lögfestur hér á landi og hann skilgreinir grundvallarréttindi barna í þeim löndum sem að honum eiga aðild. Þar auðvitað fjallað fjölmargt annað en lýðræðisleg áhrif, en það þau sem í fókus hér í dag. Það 12. grein sáttmálans að börn eigi rétt á að láta í ljós skoðanir sínar og þau eigi kröfu að sjónarmið þeirra séu virt í samræmi við aldur þeirra og þroska. Auðvitað eigum við ekki bara að gera þetta því okkur sé sagt að gera það eða því að hér séu lög eða barnasáttmálar. Við vitum öll að gott samfélag samfélag þar sem að allir geta tekið virkan þátt, þar sem við getum öll haft áhrif, óháð stöðu eða stétt og þar með talið aldrei. Við vitum líka að öll börn þurfa að fá að þroskast til þess að verða gagnrýnir einstaklingar og til þess þurfa þau æfingu í að setja fram skoðanir sínar, til þess að rökstyðja skoðanir sínar og sjá áhrifin sem þau geta haft og þannig geta þau orðið fullorðnir, rökfastir og virkir einstaklingar í samfélaginu. En við vitum það líka að æskan sjálfstætt æviskeið. Börn eiga ekki að þurfa að verða fullorðin til þess að geta haft áhrif og sum börn verða bara alls ekkert fullorðin, en áhrifin ekki bara til þess að nýta þau þegar þau verða fullorðin.
Æskan verður betri, þetta sjálfstæði æviskeið verður betra, skemmtilegra og það líklegra að börn njóti æskunar ef þau upplifa það að þau geti komið skoðunum sínum á framfæri og að tekið sér mark á skoðunum þeirra. Og hvað getum við þá gert? Hvernig getum við fylgt því sem við eigum að gera og hvað erum við að gera núna og hvað getum við gert betur? Borgarfulltrúi Skúli Helgason búinn að fara ágætlega yfir nemendamiðað skólastarf og þau áhrif sem að barnasáttmálinn og svona þau áhrif sem að börn geta haft innan skólakerfisins. Þar fjölmargt sem vel gert og enn fleira sem að stendur til. En við getum gert meira. Við þurfum ekki bara að einblína á skóla- og frístundamál. Við þurfum að tryggja að börn geti haft áhrif á skipulagsmál og stjórnkerfi og að þjónusta borgarinnar taki mið af þörfum og vilja barna alveg sama hvar okkur ber niður. Stærsta og umfangsmesta verkefnið náttúrulega innleiðing barnasáttmálans og Skúli Helgason borgarfulltrúi kom ágætlega inn á það hér áðan að það liggja fyrir tillögur frá þverfaglegum starfshópi sem að nú eru í rýningu í borgarkerfinu. Það mikilvægt að við förum í hvernig sem að við förum og hversu hratt sem við förum í innleiðingu þessa sáttmála. Það mjög mikilvægt að það verði farið í gagnasöfnun og kerfisbundna kortlagningu á stöðu og aðstæðum barna, að það verði lögð fram skýr aðgerðaráætlun og að fræðsla verði unnin með markvissum hætti, ekki bara fyrir það starfsfólk sem að vinna með börnum, heldur allt starfsfólk borgarinnar og ekki síst kjörna fulltrúa sem að þurfa að vera leiðandi í þessu starfi eigi vel að vera. UNICEF að þróa innleiðingaráætlun undir heitinu Barnvæn samfélög eða Child Friendly Cities. Þau eru komin í samstarf nú þegar við einhver sveitarfélög og eru farin að móta einhvers konar tilraunaverkefni til þess að prófa að innleiða barnasáttmálann og gera sveitarfélög raunverulega barnvæn og hvernig sem að okkar þáttaka í slíkri vinnu yrði, þá held ég að sé mjög mikilvægt að Reykjavíkurborg taki þátt með einhverjum hætti og vinni að einhverjum afmörkuðum þáttum til þess að innleiða barnasáttmálann í samstarfi við UNICEF. Í tillögunum eru fleiri hugmyndir sem borgarfulltrúi Skúli Helgason rakti hérna áðan og það mikilvægt að allar þessar hugmyndir komi til skoðunar og að við reynum að verða við sem flestu af þessu ásamt þeim ábendingum sem að hafa komið fram hjá barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna sem að hafa verið aðlagaðar að reykvísku samfélagi og koma ágætlega fram í skýrslu þessa starfshóps og við þurfum að taka alvarlega. Við höfum auðvitað í Reykjavík verið að þróa samstarf og samráð við börn og ungmenni dagleg viðfangsefni, stefnumörkun og ákvarðanatöku og virkust hefur kannski eða hröðust hefur svo þróun verið í gegnum ungmennaráðin og Reykjavíkurráð ungmenna með stórbættu verklagi á sameiginlegum fundum okkar sem sagt í borgarstjórn og Reykjavíkurráðinu. Það ekkert mjög langt síðan að hér voru haldnir fundir einu sinni á ári þar sem að Reykjavíkurráðið kom hér með sínar tillögur, borgarfulltrúar hrósuðu þeim fyrir dugnað og kjark og svo gerðist ekki neitt þangað til að við hittumst aftur ári síðar. Þetta hefur snöggbreyst sem betur fer til batnaðar þó að vissulega megi gera betur. Nú það orðið þannig að tillögunum fylgt eftir með svokölluðum eftirfylgnifundi þar sem að Reykjavíkurráðið hittir forsætisnefnd einhverjum mánuðum eftir fundin og það farið yfir það hvernig tillögunum hefur miðað inn í borgarkerfinu. Það eru haldnir undirbúningsfundir fyrir þessa fundi þar sem að ungmennin fá leiðbeiningar það hvernig effektífast sé að skrifa tillögur til þess að þeir geti orðið að veruleika og fagsviðin taki þau til sín. Ungmennaráðinu Reykjavíkurráðið hefur fengið áheyrnarfulltrúa inn í íþrótta- og tómstundaráð og skóla- og frístundaráð. Tíma stóð til að þau fengju líka áheyrnarfulltrúa inn í lýðræðis- og stjórnkerfisráði en maður veltir fyrir sér af hverju ungmennin eiga fulltrúa þarna inni. Eru skipulagsmál ekki eitthvað sem að varðar ungmenni? Það í alvörunni þannig að skipulagsmál, eins og kom fram hér ágætlega í umræðinni áðan, í rauninni viðfangsefni sem að við eigum ekkert endilega eftir að sjá. Ég meina, aðalskipulagið til ársins 2030. Ekki eðlilegt að börn og ungmenni sem að verða fullorðin og koma til með að nýta sér það húsnæði og þær samgöngur sem að þá verða
við lýði, hafa einhverjar skoðanir á þessu og ættum við ekki að hafa skoðanir ungmennina til hliðsjónar og vera í samtali við þau á sviði einmitt umhverfis- og skipulagsmála. Er ekki talað um að umhverfismál, loftslagsmál snúist jafnrétti kynslóðanna, að við eigum að skila samfélaginu af okkur allavega ekki í verra ástandi en við tókum við því vegna þess að komandi kynslóðir eigi rétt á allavega jafn góðu samfélagi og við. Það gerum við ekki öðru sem að vera í samtali við ungmennin. Og svona get ég haldið áfram með öll önnur fagráð og fagsvið og maður veltir því fyrir sér. Ef við ætlum að vera í samtali við Reykjavíkurráðið eða ungmennaráðin í Reykjavík, þá ætti það að vera á öllum sviðum af því að þeim er í rauninni ekkert óviðkomandi. Mér langar til þess að nefna eitt vellukkað nýlegt verkefni, en það er þannig að þann 18. nóvember síðastliðinn var haldinn stórfundur tæplega 200 unglinga hérna í Ráðhúsinu. Starfshópur sem að ég siti í ásamt borgarfulltrúa Skúla Helgasyni og Mörtu Guðjónsdóttur, fulltrúa Sjálfstæðisflokksins, stóð fyrir fundi þar sem að unglingar úr 8. til 10. bekk úr öllum skólum borgarinnar, slembival úr öllum skólum borgarinnar, voru fengnir hingað niður og tóku heilan dag í að ræða frístundastarf. Málið er, og nú fyrir kannski aðeins út fyrir efnið, en málið er að mótun frístundastefnu er ærið verkefni. Frístundaþjónusta hefur verið helst til sjálfsprottin í borgarkerfinu. Þetta byrjaði með, þetta er í rauninni afsprengi hugsjóna fólk sem hefur fengið frelsi til þess að þróa skemmtilegt og spennandi starf fyrir afmarkaða hópa, en á sama tíma líður hún fyrir stefnuleysi og í rauninni pólitískt stefnuleysi fyrst og fremst. Félagsmiðstöðvarnar voru stofnaðar fyrir eitthvað 40 árum, þar sem var bara 8. til 10. bekkur sem fékk tækifæri til þess að njóta frístundastarfs í tengslum jafnvel við skólana, ekki alltaf. Frístundaheimilin voru svo stofnuð upp úr aldamótum og hafa verið að vaxa og dafna og þróast á forsendum fyrst ITR og seinna skóla- og frístundaráðs. Frístundastarf fyrir 5. til 7. bekk hefur verið þróað af miklum vanefnum og kannski helst vegna þess að það vantaði eitthvað fyrir 5. til 7. bekk þegar að frístundaheimilin voru komin og félagsmiðstöðvarnar. Heithúsið hefur verið rekið í áratugi en svo hefur samhliða því verið farið í einhvers konar þróunarstarf út í hverfum fyrir 16+ hópinn, en það hefur líka skort pólitíska stefnumörkun. Þetta er allt eitthvað sem að þarf að taka saman og búa til eina heildstæða stefnu og borgarstjórn verður að ákveða hvað hún ætlar að gera þegar kemur að þjónustu við í rauninni alla borgarbúa þegar kemur að frístundamálum, og af því að þetta er eitthvað sem að varðar fyrst og fremst eins og þjónustan er í dag, börn og unglinga, þá þótti eðlilegt að ráðfæra sig við þau. Þau komu sem sagt hérna og voru heilan dag að skeggræða það hvernig þau sæju fyrir sér frístundir, og það er alveg ljóst að við fengum mjög dýrmætar upplýsingar. Það var mjög lítill tilkostnaður, tiltölulega einföld skipulagning á þessu öllu saman, en niðurstöðurnar frá þeim, það sem að þeim, eða skoðun þeirra á frístundastarfi í borginni er eitthvað sem að við munum þurfa að nýta og gagnast okkur, eitthvað sem við höfum í rauninni ekki geta látið okkur detta í hug sjálf. Þau voru ekkert bara að fjalla frístundaþjónustuna sjálfa, þau voru líka að velta fyrir sér hlutverki og eðli og réttmæti heimanáms, hvort að það væri eitthvað sem að þeim þætti eðlilegt að væri sett á þeirra herðar. Þau veltu fyrir sér framboði og staðsetningu íþróttafélaga, þau veltu fyrir sér almenningssamgöngum til og frá ýmsum frístundatilboðum, kostnaði frístundastarfa og margt fleira, og ég er alveg viss að niðurstöður þessa fundar verða til þess að stefnan verður bæði betri og ítarlegri og hún nær betur að koma til móts við aðstæður og vilja unglinga heldur en að við hefðum ekki haldið þennan eina fund. Kostnaðurinn var lítill, niðurstöðurnar voru dýrmætar. Þetta er eitthvað sem við getum gert af miklu fleiri tilefnum og miklu fleiri sviðum. Það geta allir haldið fundi, hvort sem að það eru litlir afmarkaðir starfshópar eða fagráð sem að eru að fást við eitthvað stærra. Annað spennandi verkefni sem vert að nefna er þátttaka barna í Ártúnsskóla við gerð hverfisskipulags, en nemendurnir í 7. bekk í Ártúnsskóla komið að gerð líkans fyrir hverfið sem að svo var notað til þess að ræða hverfisskipulagstillögur og það bæði hvað væri gott og hvað mætti betur fara, og þarna var til samtal á milli fullorðinna og barna málefni sem að skipta alla máli og gaf aðra nálgun á verkefnið heldur en annars hefði verið.
Sjálfsprottinn félagsskapur barna og unglinga og krafa þeirra áhrif og breytingar líklega vanmetin, en fyrir utan, og það sjáum við í bæði ungmennaráðunum og í Reykjavíkurráðinu að þau hafa mjög mikið til málanna að leggja, miklu meira heldur en við oft tökum mark á. Á síðasta ári mátti greina mikinn kraft og ríka kröfu af hálfu unglinga og ungmenna, sér í lagi á sviði jafnréttismála. Femínistafélög grunnskólanna spretta nú upp og ungar stelpur vekja fólk á öllum aldri til umhugsunar með því að öskra á sviði það óréttlæti sem þær mæta á hverjum einasta degi. Okkur ber að sjálfsögðu að taka þessu alvarlega og bregðast við. Samráð og samtal á milli borgar og femínistafélagana hlýtur að vera eðlilegt skref, hvort sem að það fer fram í gegnum borgarstjórn eða ungmennaráð eða mannréttindaráð eða ofbeldisvarnanefnd eða kannski með aðkomu allra þessara eininga á einhverjum afmörkuðum sviði. Það nefnilega þannig að sjónarmið barna og unglinga þurfa að koma fram miklu víðar í borgarkerfinu sem myndi gera það að verkum að þörfum þeirra yrði betur mætt, þjónustan yrði skilvirkari, betri og án efa ódýrari. Ef við bara skoðum þjónustu strætó sem að gæti tekið og við höfum 100 sinnum rætt og unglingarnir enn oftar sjálfsagt, þjónusta strætó gæti tekið svo miklu meira mið af ferðum skólabarna og komið í veg fyrir til dæmis frístundaakstur á vegum bæði foreldra og íþróttafélaga. Það til dæmi þjónustu sambærilega við þessa á öllum sviðum sem að gæti verið svo miklu áhrifaríkari og effektífari ef hún tæki mið af raunverulegum þörfum barna, ef að börnin yrðu spurð. Samtöl milli barna og fullorðinna þurfa að verða fleiri og dýpri og fjalla fleiri svið samfélagsins heldur en nú er. Í Reykjavík margt vel gert og ég held í alvörunni að við getum verið mjög stolt sem sveitarfélag. Hér fyrr í dag hefur verið rætt samanburð á milli sveitarfélaga. Ég held að það sé ekkert sveitarfélag sem með virkara ungmennaráð eða fleiri fundi og meira samtal á milli kjörinna fulltrúa og unglingana heldur en hér í Reykjavík og við megum vera stolt af því. Skúli Helgason borgarfulltrúi kom aðeins inn á lýðræðisvinnuna á frístundahlutaskóla og frístundasviðs en þar var mjög mikið brautryðjendastarf sem að fór fram eiginlega bara í tengslum við þróun félagsmiðstöðvanna undanfarin held í 40 rúmlega jafnvel 40 ár og svo með tilkomu frístundamiðstöðvanna þá hafa barnaráð og unglingaráð verið mjög virk og þar hafa börn og unglingar tekið þátt í að ákveða viðfangsefni og matseðla og nöfn starfseininga og áherslur og ákvarðanir hafa verið teknar með mjög virkri þáttöku barna og unglinga hverju sinni. Þetta eitthvað sem að mætti þróa meira og ég vissum að skólarnir geta nýtt sér heilmikið af þeirri þekkingu sem að til á frístundahlutasviðsins í þeirri vinnu sem framöndan þar. Í Reykjavík, þó að við séum að gera margt vel og megum vera stolt, að þá eru líka mörg tækifæri og þau þurfum við að nýta. Við þurfum að uppfylla lögbundna skyldu okkar og við þurfum að gera eins vel og við mögulega getum til þess að samfélagið okkar verði raunverulega barnvænt og að börn geti treyst því að skoðanir þeirra og áherslur skipti máli að þau njóti jafnræðis og góðrar þjónustu. Það okkar hér að taka pólitískt forystuhlutverk, okkar borgarfulltrúa. Það okkar að tryggja að ákvarðanir og starfsemi ólíkra sviða verði eins og best verður á kosið og ég vissum að við getum sameinast það hvar í flokki sem við stöndum að gera eins vel úr garði og hægt í eins miklu samráði og hugsast getur við börn og unglinga í Reykjavík. Það var borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir loki máli sínu og borgarfulltrúi Greta Björg Egilsdóttir næst á mælendaskrá. Forseti og kæri borgarstjórn, eins og fram kemur á heimasíðu umboðsmanns barna, þá kallar lögfesting barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna á ný viðhorf gagnvart börnum og stöðu þeirra í samfélaginu. Okkur ber að taka réttmætt tillit til skoðana þeirra í samræmi við aldur þeirra að þroska og þau að rétta því að láta skoðanir sínar ljós á öllum þeim málum sem þau varða. Okkur sem fullorðnum ber að veita börnunum raunveruleg tækifæri til þess að koma skoðunum sínum á framfæri og þau eiga rétt á að taka þátt í ákvarðanatöku á eigin forsendum en það ekki skylda þeirra að taka þátt í henni.
Börn eru eins og við vitum sérfræðingar í sínu eigin lífi og geta veitt okkur sem sveitarstjórn og öðrum þeim sem taka ákvarðanir varða líf þeirra, mikilvæg innsýn í sínar aðstæður og upplifun. Reykjavíkurborg ber ábyrgð á að byggja betra samfélag til framtíðar og liður í því að tryggja börnum vernd og umönnun sem og að tryggja virka þátttöku þeirra í samfélaginu. Mikilvægt talið að börn kynnist lýðræði og grunnforsendum þess frá unga aldri og að byggt sé á þeim forsendum að þau sjálf hafa hæfileika til þess að hafa jákvæð áhrif á eigið líf sem virkir þátttakendur í lýðræðislegu samfélagi. Þessi verður einungis náð með því að gera það að ófrávíkjanlegri reglu að sjónarmið barna og það sem barninu fyrir bestu ráði alltaf ferðinni í ákvarðanatöku, stefnumótun og þjónustu borgarinnar. En eins og fram kemur í skýrslu starfshópsins í tilefni lögfestingar samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi barnsins lykilatriði í innleiðingu sáttmálans áhrifagreining. Þar sem áhrif lagasetninga, framkvæmd þjónustu og stefnumótandi ákvarðana á börn metin áður en ákvarðanir teknar. En hópurinn lítur einnig svo á að þjálfa þurfi allt starfsfólk ásamt kjörnum fullorðnum í að beita slíkri áhrifagreiningu í starfi sínu og að fræða þurfi borgarbúa á markvissan hátt barnasáttmálann með áherslu á börnin sjálf. Gera þurfi þekkingu á barnasáttmálanum almenna því að öðruvísi verður réttindi barna ekki tryggð. Okkur sem stjórnvaldi samkvæmt sáttmálanum líka skylt að tryggja börnum og unglingum leið til þess að koma kvörtunum sínum á framfæri og að þau geti leitað sér upplýsinga ýmis málefni án þess að þurfa að treysta á aðstoð fullorðins einstaklings. Og það Reykjavíkurborg þess vegna eins og kemur fram í þessari skýrslu að veita umboð til slíkrar vinnu, en eins og fram kemur í skýrslunni gæti umboðsmaður borgarbúa einnig verið málsvari barna sem og mannréttindaskrifstofa borgarinnar. Einnig mikilvægt í þessari vinnu að Reykjavíkurborg einsetji sér að skrá niður og flokka sérstaklega gögn sem varða börn og þá sérstaklega börn sem jaðarsett í samfélaginu. Gögn varða börn sem í viðkvæmri stöðu, til dæmis með tilliti til bárar, efnahagslegrar eða félagslegrar stöðu, fötlunar eða annarra áhrifaþátta. Með slíkri gagnasöfnun og greiningu getum við betur komið auga á hvað við getum gert til þess að koma betur til móts við réttindi og þarfir allra barna. En eins og við vitum að þó við óskum að svo ekki, þá því miður börn þarna úti sem þurfa ennþá meira aðstoð og stuðning á að halda heldur en við getum veitt þeim í dag. Margt gott gert hjá Reykjavíkurborg þegar kemur að réttindum barna, eins og hægt að lesa í skýrslunni sem liggur hérna fyrir fundunum. Það mörg fyrirmyndaverkefni og verklag sem okkur dýrmæt í innleiðingu sáttmálans. Framkvæmd á margri þjónustu sem veitt börnum eða fjölskyldum þeirra til fyrirmyndar og þarf lítið að lagfæra til þess að ákvæðum sáttmálans fylgt. Og verkefni eins og borgarfulltrúarnir nefndu hér áðan, borgarfulltrúi Skúli Helgason og Sóley Tómasdóttir. En ætli Reykjavíkurborg sér að innleiða sáttmálann að fullu þarf að gera áætlun í hvaða skrefum sú innleiðing muni fara fram. En eins og við vitum þá hafa margar borgir hafið innleiðingu á einstaka þáttum áætlunarinnar barnvænar borgir og tekið ákveðna þætti til innleiðingar með sérstökum átaksverkefnum. Eftirlit með framkvæmd sáttmálans hjá aðildarríkjum í höndum barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna og hefur hún meðal annars lagt áherslu á að íslenska ríki dragi úr niðurskurði í mennta- og heilbrigðiskerfinu í kjölfar efnahagsbata og því má draga þá ályktun að sama hljóta eiga við sveitarfélögin. En ég get ekki annað en sett stórt spurningamerki við niðurskurð á skóla- og frístundasviði í ljósi þess að skólastjórnendur og foreldrafélög hafa lýst yfir miklum áhyggjum á þessum niðurskurði, áhyggjum af áhrifum á skólastarf og sérkennslu barna sem þurfa á hann að halda. Og þess vegna verð ég að spyrja mig, var sú ákvörðun tekin með áhrifagreiningu á réttindi og þarfir barna í huga? Takk. Þá Greta Björk Egilsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, mér langar aðeins að fá að taka þátt í þessari umræðu, kannski aðalega til þess að fagna því að við séum að ræða barnalýðræði í borgarstjórn. Það var jú mikið framfaramál fyrir börn þegar barnasáttmálinn var
var samþykktur sínum tíma, börn allstaðar í heiminum. Því með honum var samþykkt að réttindi barna væru alþjóðleg og samþykkt að fullorðnir eigi að viðurkenna réttindi barna. Það var leið viðurkennt að börn eiga rétt á vernd og stuðningi og að koma sínum sjónarmiðum á framfæri. Lýðræðislegur mannskilningur gengur út frá því að allar manneskjur hafi sama gildi leið og hver manneskja er einstök og enginn hefur rétt á að nota annan einstakling til þess að ná einhverju markmiði. Og þannig er lýðræðisleg hugsun nátengd mannréttindum og jafnrétti og mikilvægt að við kennum börnunum okkar lýðræði og lýðræðisleg vinnubrögð. Og þar hefur skólakerfið sannarlega ábyrgð og líka ríkuleg tækifæri. Lýðræði er ein af grunnstoðum námskráa eins og borgarfulltrúi Skúli Helgason fór inn á og það á við í leik- og grunn- og framhaldsskóla og því er starfsfólki þar í rauninni bundið af því að miðla þessum gildum í skólastarfi. Ég held að það sé mjög mikilvægt, ég held að það sé líka mikilvægt að börnin þjálfist í lýðræðislegum vinnubrögðum þannig að þau nýti sér þann rétt sem fylgir því að búa í lýðræðislegu samfélagi og nýti sér þau tækifæri sem þau hafa til þess að hafa áhrif. Ég hef fylgst með svona lýðræðistilraun í félagsmiðstöðinni Þróttheimum, en eins og borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir kom inn á, það hafa frístundamiðstöðvarnar verið með alls konar tilraunastarfsemi. Þar ákváðu í staðinn fyrir að það kosið eitthvað ráð sem réði öllu að öll börnin fengi að ráða og allir sem vildu vera með í ráðinu fengu að vera með. Og það var eiginlega alveg dásamlegt að fylgjast með þetta ár sem ég var í skólaráði í Langholtsskóla og við vorum með miklu samskiptum við Þróttheima. Það bara gjörbreytti þetta starfinu og gjörbreytti stemmingunni allt í kring því að allt í einu báru allir ábyrgð á að það væri eitthvað sem krakkana langaði að gera og einhvern veginn allir ábyrgð og allir væri að taka þátt. Ég hef líka aðeins kynnst því að í Breiðholtsskóla þar hefur verið notið svona lýðræðislegri áhrif á það að hafa áhrif á mötuneytið. Þar er starfandi matarráð sem ég veit að í sitja bæði börn og foreldrar og starfsfólk skólans þar sem er svona rætt hvernig er hægt að breyta og bæta. Þar í kringum matarþjónustu held ég að segja mitt mikil tækifæri til þess að nýta lýðræði. En við þurfum að huga því að börnin fái tækifæri til þess að mynda sér skoðanir og að við köllum eftir þessum skoðunum. Og þar eru skólaráðin rosalega mikilvæg, þannig ég fagna því að því verði fylgt eftir að þau starfi við alla skóla. Og eins og ég sagði ég var svo heppin að sitja 2 ár í skólaráði og þar höfðu börnin allt annað sjónarhorn og oft bara mjög flotta innkomu og gátu komið til leiða margs sem var bara mjög mikilvægt fyrir þau sem að fullorðnu fólki hefði bara ekkert átt að sjá. Þannig að það er bara mikilvægt í sjálfur sér og líka því að eins og hér hefur komið fram áður að samkvæmt 12. grein barnasáttmálans þá ber okkur að taka tillit til réttmætra skoðana barna í samræmi við aldur þeirra og þroska og samkvæmt 13. grein þá eiga þau líka rétt á að leita sér upplýsinga og tjá sig, svo fremur sem það brjóti ekki gegn siðgæði eða skaði mannorð annarra eða brjóti réttindi annarra. Og þess vegna finnst mér það líka okkar skylda einhvern veginn að opna aðgengi að upplýsingum fyrir börnum því að börn hafa virkilega áhuga á að mynda sér skoðanir þegar þau hafa upplýsingar til þess. Og þessi réttur barna nær til allra mála sem að varða börn á einn eða annan hátt. Og það svo sem málefna fjölskyldu, skóla, æskulífs, tómstundamála, en líka forvarna og skipulagsmála, umhverfismála og félagsþjónustu. Og sem betur fyrir þá hafa rannsóknir, allan það sem ég hef sýnt það, að börn hafa almennt bæði áhuga og getu á að taka þátt í ákvarðanatöku þau málefni sem að þau varðar. Þannig að við viljum bæta aðstæður barna og þjónustu, við viljum tryggja jöfnun meðal barna og við viljum koma í veg fyrir barnafátækt og ég held að sé mikilvægt í öllu þessu starfi að þá hlustum við á sjónarmið barna og leyfum þeim að taka virkan þátt. Við viljum til dæmis skoða af hverju svona margar stelpur þjást af kvíða, hvers vegna strákum leiðist í skólanum,
kannski eru bara bestu ráðum til þess að komast við því að spyrja börnin bara sjálf. En mér finnst borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir fara mjög vel yfir þetta hérna, hann tók mjög mörg dæmi og fór yfir hérna, það mjög heildstætt hvað margt getur falist í því að hérna, við eflum hér barnalýðræði og hérna, ég bara fagna þessum áherslum. Á velferðarsviði þá þróunin þessi átt á síðustu ár en hún mjög hæg. Við höfum aðeins þróað starf kennsluráðgjafa, þar hérna nú frekars boða til samtals við barnið og foreldra áður en að einhverjar ákvarðanir eru teknar. En það líka mikilvægt að við felum ekki foreldrum einhliða að taka ákvarðanir fyrir börnin sín. Það er jú hérna í 28. grein barnalaga, þar kemur fram að foreldrum ber að hafa samráð við barnið sitt áður en að málefni þess ráðið til lykta. Og ég held að það sé mikilvægt að við tryggjum það, að það sé þannig að börn sé með í ráðum þegar við erum að taka ákvarðanir sem eru mikilvægar fyrir þau. Börn eru jú sérfræðingar í sínu lífi og ég held að það sé mikilvægt að við nýtum þessa einstöku sýn sem að þau hafa og búa yfir og ég held að geti auki okkar skilning líka á reynslu barnanna auk þess sem að myndi geta bætt okkar ákvarðanatöku. Við í ofbeldisvarnanefnd erum svona í starttölum að fara að vinna aðgerðaáætlun og ég ætla bara að fullyrða það hér að við munum leita eftir viðhorfum barna þar. Þetta að meðal annars aðgerðaáætlun þar sem barist í gegn ofbeldi gegn börnum sem hræðilega algengt og ég held að það sé mjög mikilvægt að við leitum þar þeirra sjónarmiðum hvernig við getum komið í veg fyrir það. Og ég vil bara mjög gjarnan sjá Reykjavík taka forystu í að innleiða barnasáttmálann og við viljum örugglega öll hérna að borgin okkar sé barnvæn og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að kynna börnunum bæði þessi réttindi sín og skyldur því að þau hafa áhuga. Og ég sagði hérna daginn að þegar það var kynnt í skólanum þar sem að börnin mín eru í Langholtsskóla, þegar það kom og var kynntur barnasáttmálinn, þá áttu krakkarnir sig þar á því að það var verið að brjóta á þeim mannréttindi í bakaríinu sem hérna rétt hjá. Af því að þau máttu koma að versla en þau máttu ekki setjast. Þannig að þau bara tóku sér til á unglingastiginu og skrifuðu bréf og fylgdu þessu hart eftir og sögðu bara, nú bara þekkjum við okkar réttindi og ég held að bara þau vilja fá að hafa eitthvað máli að segja. Þá borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir lokið máli sínu, forseti gerir stutt matarhlé á fundinum.